Heimir, 3-1 sigur gegn Völsungi hérna. Hvernig eru þín fyrstu viðbrögð eftir leik? Já, bara frábært að vinna og við sýndum karakter í seinni hálfleik og hérna, ég veist við hafa ágætis tök á leiknum í fyrri hálfleik en kannski vorum að flýta okkur aðeins og þvinga hluti sóknarlega. Sköpum sjálfur sér ekki mikið en svo fengum við náttúrulega klaufalegt mark á okkur hérna í byrjun. Seinni hálfleiks tók okkur smá tíma að jafna okkur á því en hérna gerðum það og ég held að endanum þetta verið sanngjarnt sigur en ég var að taka á hann. Hattinn fyrir Völsungsliðinu, ég meina við spiluðum við þá í fyrri umferðinni fyrir norðan og hérna það eru mikla framfarir á þessu liði og bara miklu betri núna heldur við þegar við spiluðum við á í fyrri umferðinni. Þið voruð í basli í upphafi seinni hálfleiks og þú gerðir síðan fjórfalda breytingu þarna á 60. mínútu. Var það bara áhætta sem að þurfti að taka og heppnaðist? Já, ég meina mér fannst við bara eftir að fengum okkur markið og hélt kannski við myndum stíga þessu upp en gerðum það ekki og mér fannst bara góðum tíma að breyta einhverju og fá ferska fætur inn. Við erum náttúrulega búin að spila ágætlega mikið af leikjum upp á síðkastið og þeir fjóri sem komu inn, þeir komu allir með eitthvað á borðinu og stóðu sér vel. Og verðaði maður Theodor Inga, kemur inn á, skorar 2 mörk. Hvernig varst þér með innkoma hjá honum? Já, frábær innkoma og þegar hann hefur komið inn á og þegar hann hefur fengið að spila þá hefur hann staðið sér vel og það var erfið ákvörðun að hafa hann á bekknum en hann tók því eins og maður og svo kom hann inn í leikinn í dag með bara frábært hugafar og var bara virkilega góður fyrir okkur. Nú komist þið í mjög mikið af góðum stöðum. Svona næsta mál á dagskrá á æfingasvæðinu að tímasetta hlaupin? Já, tímasetta hlaupin og ég held að næsta æfing verði bara fyrirgjafir. Af því að ég meina, markmaður held ég að við örugglega gripið einhverja 10 fyrirgjafir og þær voru ekki nógu góðar og við þurfum að vinna í því fyrir næsta leik. Nú var Eyþór Völler aftur ekki í hóp. Getur þú útskýrt þessa fjárveri hjá honum? Hann er bara meiddur. Hann fékk högg á móti afturheldingu og kom inn á móti ÍR og var bara ekki búinn að ná sér. En við held ég sé 9 dagar í næsta leik þannig að hann ætti að vera klár þá. Og næsta leikur leiknir úti. Hvernig lagst hann í ykkur? Já, bara vel. Ég meina, allir leikirnir í þessu deild eru erfiðir og þetta er frábær deild og það verður bara erfitt að fara í Breiðholtið og spila og leiknislið bara mínum mati gott og svo lokum vil ég segja það að frábært stuðningsmenn Fylkis virkilega hjálpuðu liðinu í seinni hálfleik að koma þessu yfir línuna þegar það verið frábærir í allt sumar. Takk fyrir. Takk.